sveitalest. Á honum kýrfangari og hliðarplötur og hann líkist yngri Eimreið. Hann fer með vagna frá bóndabæjum og þorpum á aðalsporið og vingjarnlegur við alla sem hann hittir. Hann hefur einn farþegavagn, Henriettu, sem má muna sinn fífil fegri. Þetta ósanngjarnt, segir hún og man að áður fyrr var hún alltaf full af fólki og 9 kolavagnar drógust á eftir henni. Nú þeir bara 3 eða 4, því bændur og versmiður senda afurðir sínar mestmegnis með flutningabílum. Tobbi alltaf varkár. Bílarnir, vörubílarnir og rúturnar lenda oft í árekstrum, en Tobbi hefur ekki lent í slysi árum saman, en samt eru rúturnar fullar en Henrietta mannlaus. Á brautarpalli Tobba stóð dama og þibbinn herramaður. Þetta var auðvitað feiti eftirlitsmaðurinn, en það vissi Tobbi ekki þá. Komdu afi, hrópuðu börnin, sjáðu Eimreiðina. Þetta sveitalest, Stefán, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Gengur hún fyrir rafmagni? Spurði Birgitta. Tobbi hvæsti. Uss, sagði bróðir hennar, þú móðgaðir hann. En ganga lestar ekki fyrir rafmagni? Flestar, en þessi gufuvél. Megum við fara með henni að við gerðu það? Stans, sagði feiti eftirlitsmaðurinn við vörðinn. Þau fóru öll upp í Henriettu. Hipp, hipp, húrra, hrópaði Henrietta, en Tobbi sagði ekki neitt. Rafmagns, ekki nema það þó, fnæsti hann. Honum var misboðið. Hvað heitir þú? Spurði feiti eftirlitsmaðurinn. Tobbi, herra. Þakka þér fyrir farið, Tobbi. Þakka þér, herra. Nú leið honum betur. Þessi herramaður, hugsaðan, kann að umgangast Eimreiðar. Í alllangan tíma komu börnin á hverjum degi. Stundum ferðuðust þau með verðinum, stundum í tómum kolavögnum. Síðasta daginn bauð lestarstjórinn þeim inn í stýrishúsið. Öllum þótti leiðinlegt að þau skyldu þurfa að fara. Og feiti eftirlitsmaðurinn og fjölskylda hans þökkuðu fyrir sig. Komið fljótt aftur, kallaði Tobbi. Það gerum við, svöruðu börnin og veifuðu Tobba uns hann hvarf þeim sjónum. Mánuðir liðu. Vögnum Tobba fækkaði og einnig farþegunum. Þetta síðasta ferðin okkar, Tobbi, sagði lestarstjórinn daginn. Forstjórinn segir að við lokum á morgun. Þann dag vildu allir fara með lestinni í síðasta sinn. Farþegarnir sungu og gerðu að gamni sínu, en Tobbi og lestarstjórinn voru ekki léttir í lund. Bless, Tobbi, sögðu farþegarnir á eftir. Leiðinlegt að þú sért að hætta. Það finnst mér líka, sagði Tobbi. Enginn vill mig, hugsaði Tobbi og gekk til náða dapur í bragði. Næsta dag var dyrunum að skýlinu svift upp og hann hrökk upp og sá lestarstjórann veifa bréfi. Vaknaðu, Tobbi, var hrópað og hlustaðu á þetta. Þetta bréf frá þibbna herramanninum. Tobbi hlustaði en nú má ég ekki segja meira til að skemma ekki næstu sögu.